Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa von. Hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri von upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð úr Jóbsbók. Þá reis Job á fætur, reif klæði sín og skar hár sitt. Því næst lét hann fallast á jörðina og baðst fyrir með þessum orðum. Nakinn kom ég á móðurskauti og nakinn hverf ég þangað aftur. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað veri nafn drottins. Þrátt fyrir allt þetta syngaði Job ekki og álasaði Guði ekki. Amen.
Og heyrum einnig þessi orð Páls postula. Ég því ávallt hughraustur, þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég hughraustur og mér langar öllu fremur að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapsum, hvort sem ég heima eða að heiman, að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhver fái það endurgoldið hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það gott eða illt. Þannig hljóðar hið heilaga orð, og sælur þau heyru og geymi hjarta sínu. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og þegar komin, að hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og Faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því hann mannssonur. Undrist þetta eigi. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykkt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag kveðjum við Óðinn Samúelsson, ljúfan mann, Ísfirðing, sem ekki fór mikið fyrir en vann sín verk af samviskusemi, var trúr og trygglyndur sínu fólki, var ávallt reiðubúinn að rétta öðrum hjálparhönd. Þegar hann kvaddur í hinsta sinn, þá skulum við staldra við orð Jesú í Guðspjallinu. Sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða, munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drygt hafa hið illa, munu rísa upp til dómsins. Dauðinn uppgjörstími. Þegar veikur og máttvana maður finnur að dauðinn að knýja dyra, þá leita á huga hans hugsanir liðna tíð, fólkið sem fyllti líf hans gleði og tilgangi. Og þessar hugsanir geta verið svo sterkar að það eins og löngu horfnir vinir séu hjá honum dauðvona. Og stundum gerist það að dauðvona maður bíður þess að kær ástvinur komi að rúmi hans til að kveðja hann. Hinsta kveðjustundin svo mikilvæg. Og svo þegar ástvinurinn loks kemur, þá slakar hinn veiki á, þá allt komið, allt fullkomnað og þá hægt að kveðja þetta líf. Hann Óðinn var traustur maður, vandaður, vinafastur. Hafir þú lifað lífi þínu og verið vinur vina þinna eins og hann var, þá þarft þú ekki að kvíða dauðanum. Þau sem hafa gert góða hluti, elskað aðra, hjálpað öðrum, þeirra bíður ekki dómur Guðs, heldur líf hjá Guði, líf í gleði, líf þar sem englarnir syngja. Þar sefur þú, kæri vinur. Óðinn Grímsson var fæddur hér á Ísafirði þann 14. maí árið 1942. Hann var frumburður foreldra sinna, þeirra Gríms Samúelssonar frá Steingrímsfirði á Ströndum og Kristínar Árnadóttur frá Látrum við Aðalvík. Óðinn var elstur af 5 systkinum. 2 árum yngri en hann var systirinn Magdís og svo nokkrum árum síðar fæddist hinn systirinn, hún Steinum. Yngri bræður Óðins eru þeir Snorri og Samúel. Mjög kært var milli þeirra systkina, Óðins og Magdísar, eða Dísu eins og hún var oft kölluð, og ég hygg að hún Dísa taki fagnandi á móti bróður sínum í eilífu ríki englanna, ljóssins og sumarsins. Yngri systkinin 3 eru hér í dag til að fylgja bróður sínum síðasta spölinn í þessu lífi. Óðinn og systkini hans ólust upp á Stakkanesi í húsinu Gunnarshólma. Í dag segjum við að þetta hús hafi verið á Seljalandsvegi 58. Í þá daga voru hins vegar tún á Stakkanesinu og þau voru slegin. Sumir íbúan á svæðinu voru með örfáar kindur eða önnur húsdýr, svona til að minna sig á búskapinn í sveitum landsins. Óðinn hafði gaman af því að fylgjast með heyskapnum og fá að sitja á heivagninum hjá þeim mönnum sem heyjuðu þessi tún. Hinn rólegi taktur sveitalífsins átti við hann. Niður á eyrinni var skólinn, þar voru stríðnispúkar. Friðurinn var aftur á móti inn í firði og þar skein sólin og þar sungu fuglarnir. Að loknu skólanámi fór Óðinn að vinna. Líkt og fleiri Ísfirðingar þá fór hann að vinna við fiskvinnslu, svo vann hann hjá Marselíusi Bernharðssyni sem smíðaði skip og gerði við skip
og Óðinn fór líka á sjóinn, var á síld í Norðursjónum og eins á Fagranessinu. Þannig sá hann sig svolítið í heiminum. Dísa, systir hans, fór sem ráðskona inn í Djúp, gerðist ráðskona hjá Jóhannesi í Svansvík og þetta var þegar Óðinn var á Fagranessinu. Dísa og Jóhannes giftu sig og stofnuðu fjölskyldu og Óðinn fór iðulega vor og haust að heimsækja systur sinni inn í Djúp til að hjálpa til við búskapinn. Nú eins aðstoðaði hann þau Ara og Freyju í Þúfum og Geir og Hjördís í Skálavík, svo eitthvað sé nefnt. Óðinn kunni vel við sig í Djúpinu og kynntist þar sveitafólkinu. Ég flyt ættingjum og vinum Óðins hjartans saknaðarkveðjur frá Ingibjörgu og Jakobi í Hörgshlíð. Það lýsir vel innræti og hjálpsemi Óðins og hjartalagi hans. Að þegar Jóhannes mágur hans slasaðist illa í bílslysi, þá tók Óðinn sér frí á sjónum og hélt inn í Djúp til að hjálpa systur sinni með bústörfin. Sannur vinur er eins og himneskur fjársjóður. Ekkert er dýrmætari en það. Aðalstarf Óðins voru beitningar. Hann beitti fyrst fyrir línubáta í Bolungarvík en lengst af vann hann við beitningar hér á Ísafirði. Beitningar eru ekki auðveld vinna. Önglarnir eru beittir og fingurnir verða þrútnir, bólgnir og sárir fyrsta sumarið sem maður er að beita. En ef maður gefst ekki upp, þá er hægt að ná tökum á þessari iðju og ná bæði hraða og færni. Beitningar urðu eiginlega ævistarf Óðins. Hann naut þess að beita með góðum vinnufélögum, hlusta á alls kyns sögur og sprell og stundum fór öll útgerðin í ferðalög að skoða ókunn lönd. En það er til land hinum megin við Ísafjarðardjúpið, land þar sem einu sinni bjó harðgert og duglegt fólk. Líklega var það ferð á vegum Átthagafélags Sléttuhreppinga sem Óðinn fór í ásamt móður sinni og bróður, að hann kom fyrst þarna norður eftir að Látrum og Sæbóli við Aðalvík. Og fegurð staðarins, kyrrðin og náttúran heilluðu Óðinn. Og svo fór hann með foreldrum mágkonu sinnar að Sléttu að hjálpa þeim að halda þar við gömlu húsi. Og þá sá hann að þarna var draumaheimur, fjarri heimsins skarkala. Það var árið 1989 að Óðinn keypti ásamt systkinum sínum og þeim Herberti Árnasyni og Árnýju Oddsdóttur bæinn Móhús sem stendur við sunnanverða Aðalvíkina. Þar undi Óðinn sér vel og eru margar af ljósmyndunum í grafljóðunum teknar þar. Á hverju sumri fór Óðinn þarna ásamt bræðrum sínum, oftast ásamt fjölskyldu Snorra og Árnýjar. Þetta voru í raun vinnuferðir, timbur var borið upp úr fjörunni að húsinu, endalausar viðgerðir og endurbætur, byggður pallur í kringum húsið til að halda frá flugunni, skipt gólf í bústaðnum og refnum sem hafði alltaf haft greni sitt undir gólfinu sagt að nú þann að finna sér annan stað. En að loknum löngum vinnudegi var sest niður og borðað, hlustað á snarkið í sólóeldavélinni og svo var spilað á spil eins og rakka og upp og niður og allir fengu að vera með. Óðinn var lokaður maður, og dulur á tilfinningar sínar, samt var gaman að spjalla við hann, því hann var fróður og minnugur. Mundu sögurnar sem foreldrar hans og eldra fólkið hafði sagt honum, svo var hann líka ættfróður og það var eins og hann nýti sín betur fyrir norðan í sveitinni í Friðlandinu, heldur en hér í kaupstaðnum. Óðinn var einstaklega barngóður maður. Hann hændi að sér börn systkina sinna, lék við þau og spilaði, tók strákan í kleinu
og var þessi yndislegi frændi með skeggið og brosið, frændin sem kyssti mann rembingskoss á kinnina af gömlum sveitasið. En nútíminn kominn að Sæbóli við Aðalvík. Nú aka þar menn á fjórhjólum, flytja farþeg og vistir upp úr sendin í fjörunni gegnum Hvannastóðið og að sumarhúsunum sem standa þar. Aftan á grafljóðunum einmitt ljósmynd af Óðni á slíku farartæki sem hann keypti fyrir móhúsið. Óðinn flíkaði ekki tilfinningum sínum, hann gat verið þrjóskur og stífur ef hann beitaði í sig, en ef þú gafst þér tíma til að tala við hann og náðir til hans, þá varð hann þinn ævivinur. Óðinn byggði nýtt íbúðarhús á Seljalandsveginum með foreldrum sínum og kom það í staðinn fyrir gamla íbúðarhúsið. Þetta mun hafa verið 1980. Þannig að segja má að Óðinn hafi mest alla ævin átt heim á sama stað, ef frá eru talin fyrstu 2 árin í lífi hans og svo síðustu æviárin. Og þetta viss staðfesta. Enda var Óðinn heimakær maður. Hann undi hag sínum best hér fyrir vestan, hann skrapp stundum suður til að heimsækja systkini sín og þeirra börn, eða þá hann ók foreldrum sínum í heimsóknir suður eða í öðrum erindum. En fyrirheitnaða landið, draumalandið, staðurinn þar sem hann naut sín best, var fyrir norðan við Aðalvíkina. Og þess vegna svo vel við hæfi að kórinn skuli syngja hér á eftir: Víkinni allri yfir, indæl hvílir ró, engill ljóssins lifir, leggur glitum jörð og sjá. Þegar Óðinn var orðinn 8 þá fótbrotnaði hann. Eftir það komst hann ekki norður og fór að eiga erfitt með ýmis dagleg störf, en þá naut Óðinn þess að Snorri bróðir hans á heima hér á Ísafirði ásamt konu sinni og syni og hafa þau stutt Óðinn á marga vegu síðustu árin. Óðinn flutti þá á Hlíf í þjónustíbúð eldri borgara, en síðastlið ár hefur hann verið á hjúkrunarheimilinu Eyri. Í fyrstu þá naut Óðinn þess að sitja frammi og spjalla við fólkið á Eyri, enda var hann klár í kollinum allt til hinstu stundar. En nú undir það síðasta fór líkamlegri heilsu hans að hraka. Hann var lystarlaus og máttvana, bróðir hans og bróðursonur vitjuðu hans og voru hjá honum síðustu daginn. Ýmsir hefðu viljað vera hér í dag til að kveðja góðan mann og fylgja Óðni síðasta spölinn í þessari tilveru. Þau sem ekki gátu verið senda hingað sínar samúðaróskir og sumir fylgjast með á streyminu. Þannig eru hugheilar samúðarkveðjur frá Ernu Herbertsdóttur, nú eins saknaðarkveðja frá Birni og Herberti, en Óðinn fór með þeim að Sléttu og eins í Aðalvík og Birna skrifaði bók eina af þessum ferðum. Og Óðinn Júlli frændi í frásögninni. Sumarfrí á Sléttu, amma segir frá, heitir þessi bók. Að lesa hér smá samtal. Ömmu leist nú ekki á ef það kæmi nú ísbjörn. Hvað gætum við þá gert? Spurði hún krakkana. Ætli ég verði ekki að kasta mér fyrir börnin og þið hlaupið heim, sagði amma. Snúlli, Dúlla og Kalli eru svo ung að þau megi ekki deyja, þau hafa svo margt eftir. Nei, amma mín, þú mátt það ekki. Hver á þá að elda matinn? Og tárin stóð í augunum á Snúlla. En að gefa birninum afa, spurði amma. Nei, hann flytur okkur út í bátinn. Nú var það Kalli sem hafði orðið. En þá hann Júlla frænda. Hann nú feitur og góður biti fyrir björnin. En hann alltaf svo duglegur að hjálpa okkur. Hver á þá að hjálpa okkur með allt dótið? Og Dúllu leist ekki á það. Góð saga sem ég mæli með
Og þannig var Óðinn, maður sem ávallt var tilbúinn að hjálpa öðrum, og það er þannig að þeir sem þannig eru, að minning þeirra lifir áfram í hugun vinnanna. Óðinn Samúelsson fékk hægt og friðsamt andlát. Hann kvaddi þennan heim þann 9. júlí síðastliðinn. Blessuð sé minning hans. Ástvinir Óðins þakka auðsynda samúð og í minningu hans bjóða þau til erfidrykkju hér í safnaðarsalnum að athöfn lokinni. Kista Óðins verður flutt inn á Réttarholt og þar í faðmi fjallanna í Engidal fær hann sitt hinsta leg. Það er skrítið að kveðja mann sem hefur verið stór hluti að tilveru okkar lengi. Óðinn Samúelsson skilur eftir sig tómarúm í lífi þeirra sem þekktu hann og unnu. En það er huggun í sorginni að geta rifjað upp góðar minningar og af þeim erum við rík. Margs er að minnast og margt er hér að þakka fyrir. Þegar við kveðjum hér í dag, þá ættum við líka að minnast orða Jesú Krists. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykkt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Lífið sjálft er Guðs gjöf. Allt það mikilvægast og besta hér í heimi þiggjum við að gjöf. Fjölskyldan, vináttan, gleðin, líffyllingin. Þetta fellur okkur allt í skaut ef við bara kunnum að taka á móti því. Og maður fær það gefins. Óðinn Grímsson, hann átti góða ævi. Af því hann átti góða fjölskyldu sem hann unni og hélt góðu sambandi við. Fjölskyldubönd eru svo mikilvæg. Þau eru eins og fast land undir fótum, fast land til að standa á í umróti þeirrar samtíðar sem við nú lifum í. Og ekki þurfum við að kvíða dauðanum. Það segir heilög ritning okkur. Við enda lífsins er ekki myrkur og dómur, heldur réttir Kristur okkur hönd sína og segir: komdu, komdu til mín og ég mun veita þér hvíld. Eilífa lífið er það að hvíla í faðmi Krists, hvíla í öryggi og náðum. Og í þeirri von kveðjum við hér og segjum: dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda.
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýðþínum Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilagu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Óðinn Grímsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Í Jesú nafni segjum við öll saman að hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Óðinn Grímsson, af jörðu ertu kominn. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur rísa.
Hér við skiljumst og hittast munum á feginstegi fyrra. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkt lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.